Við ætlum að vinda okkur hérna í fréttir í þessari viku og í fyrstu fyrirsögn þá ég með, ef mér mismunir ekki, einmitt, þetta stóra málið í liðinni viku. Það þingmaður Viðreisnar, Guðbrandur Einarsson, sem sagði af sér mjög skyndilega. Fréttir þess efnis bárust okkur, hvað var ekki, snemma á föstudagsmorguninn. Þá hefði Vísir verið í sambandi við hann og spurt hann út í lögregluyfirheyrslur sem hann hefði farið í fyrir 13-14 árum síðan, 2012, og hann tilkynnti Vísi það að hann hefði verið spurður út hvort hann hefði verið að kaupa vændi, en svo hefði ekki verið, hann hefði bara verið að fara í partí hérna á ASÍ en hann segir þessi þingmennsku þegar að búið að ákveða það að Vísir ætla að fjalla þetta á föstudeginum. Sérstakt mál fyrir margar hlutasakir. Já, og mér finnst þetta rosalega fyndið. Já. Ef ég segi alveg sér. Já, sko, hvað erum við að byrja eiginlega? Þetta Ég veit hvað við byrjum. Já, byrjum þetta á Ingimari. Það ASÍ bara með eitthvað partí, þú veist, þar sem þeir eru að tala við erum að passa upp á mannsal og svo fara bara eitthvað lið bara allar að kaupa sér hóru sem líklegast í mannsali. Já. Það fyrst og sér svona þessi þversögn við fólk sem talar the good talk en svo bara ekkert það ég veit þennan mann, skilur við. En þetta lítur þannig út og svo náttúrulega bara hver slaufar sjálfu sér fyrir eitthvað sem þú hugsaðir að gera fyrir 13 árum. Já. Það má alveg klóra sér yfir höfðinu því. En sko auðvitað lítur þetta út fyrir fyrir það fyrsta. Hann náttúrulega starfandi hjá ASÍ á þessum tíma og það alveg rétt að ASÍ voru á þessum tíma að rekja miklu áherslu á mannsal og svo vændi og allt ekki því. Þannig að það sko erfitt að láta það einhvern veginn virka saman. En ég held samt í fyrsta lagi þá var hann ekki í neinu ASÍ-partíi, heldur sagðan það bara við lögregluna þegar hann var á sínum tíma og ég held að það skólað svolítið til í fréttafréttum. Hann segir að hann hafi verið spurður af lögreglu, hann hafi bara auðvitað neitað því að hann hafi ekki verið í neinu vændi, heldur hann bara verið í partíi eftir ASÍ-þingið og síðan ákveður hann á 5. kvöldinu bara, nei, það bara kom clean og segir, ég var vissulega að falast eftir vændi, ég fór en ég hætti við, það það sem gerist. Og þá fólk að blanda sér saman, hann hafi verið í ASÍ-partíi með mellu, Já. En nei, ég held að það sé misskilningur. Ég held að það hefur verið að misskilningur, en það bara fyndið. Já, það mjög fyndið. En enga síður þá hann þarna að vinna fyrir ASÍ. En sko, gott og vel, ASÍ getur verið með alls konar skoðunir á þessum málum og látið eins og þessu heilagi páar í aðra röndina og gerir síðan eitthvað allt annað. En síðan hitt einhvern veginn að þessi mannlegi þáttur að, sko fyrir að fyrsta, eins og þú segir, hann hefur ekki játað það að hafa keypt neitt vændi. Hann har hugsað að kaupa vændi. Og síðan vitum við ekkert hvað sagt eða rétt í því. En að kaupa vændi, skulum ekki gleyma því, sú hugmynd að það sé sem sagt ofbeldi í sjálfu sér bara hugmyndafræði öfgafeminista. Já. Það ekkert sem segir að það sé sama sem merki þar á milli að vændisþjónusta sem seld sé einhvers konar ofbeldi en auðvitað, ég ekki að segja að það auðvitað til ofbeldi í vændi og það til konur sem gegn vilja sínum í vændi og það auðvitað hið argasta og versta mál en það enginn að segja mér að þessi atvinnugrein sem það oft sagt að vændi sé elsta atvinnugrein mannskepnunar ég nenni ekki að fara út í einhverja statistík í því en þetta allavega atvinnugrein sem hefur fylgt mannskepnunni frá örófalda og mjög útbreidd út allan heim víðast hvar hún bara hreinlega lögleg þannig, hún á einhverjum stöðum hún ólögleg vissulega en í flestum siðuðum ríkjum hún yfirleitt lögleg og það enginn að segja mér að það milljónir eða 20 milljónir, 100 milljónir manna sem að starfa í þessum geira væru öll að starfa í honum ef þetta væri allt saman eingöngu mansal, glæpir, neyð og viðbjóður. Það þannig að við þurfum að hafa það
í fyrsta lagi alveg á hreinu að það ekkert sama sem merki endilega þarna á milli. Það getur vel verið hins vegar að þessi tiltekni þingmaður, þáverandi ASÍ maður hafi komið þarna og hann hafði upplifað að þessi manneskja örugglega ekki hérna að fúsum frá sem vilja, þannig ég hættur við. Já. Það kann að vera, þú veist, en við vitum ekkert um það. En allavega, það sem hann gerist sekur þarna ekki sko raunverulegur glæpur, heldur það sko glæpur samkvæmt ólögum sem að skrifuð á Íslandi að mínum mati, myndi ég að segja, af því að kynlífsverkafólk hefur réttilega bent á það að þetta sé nú ekki besta fyrirkomulagið þegar þau eru fólk sem vill selja vændi og það til, ótrúlega sagt, þá til fólk sem vill og selur vændi af fúsum og frjálsum vilja að það sem sagt á því að þetta gerir þeim erfiðara fyrir. Við raun og veru getið séð fyrir að maður eins og Guðbrandur Einarsson sem kemur nú bara fyrir sem dagfarsbúður og sennilega bara mjög svona, hvað ég segja, blíður og góður kall sko. Að menn eins og hann fælast þá frá þessari sem hætta sem kunnar hjá slíkum konum og í staðinn þá færðu svona einhverja handrukkara sem eru nýkomnir út á Litla-Hrauni út úr jakkaðar á styrum og það bara þeim sem alveg sama þó að þetta séu ólöglegt, skilur við. En en alltaf galin löggjöf, þetta á bara að vera löglegt og já, þú veist, aðalega til að venda þá sem eru að selja vændi, skilur við. Algjörlega, og en það önnur saga, sko, og það ekki, hvað okkur finnst það ekki stóra málið en síðan hitt, sko, þessi viðbjóður að menn séu, tjargaður og fiðraðir og smánaður opinberlega, eins og Guðbrandur Einarsson lendir í þarna, fyrir eitthvað sem eins og ég segi ekkert annað en löstur. Já, meira þess að bara hugsunum löst. Já, hugsanarlöstur. Já. Og þú ert tekin fram með fyrir alþjóð einhvern veginn og smánaður, niðurlaður, tjargaður og fiðraður. Já, það alveg crazy, sko. Það alveg crazy og það skuli ekki hringja neinum bjöllum hjá okkur sem samfélagi bara einhvern veginn, heyrðu, eru þetta ekki svolítið bilu lög? Við erum að sjá hvernig maður að lendi í þessu fjölskyldumaður sem menn falast eftir vændisþjónustu af alls konar mismunandi ástæðum, sko, maður veit ekki, það getur verið og þú veist, og langflestir það sem maður heyrt, sko, þetta séu svona einhver svona grei, sko, sem maður að leita sér að blíðu kvenna að þeir get ekki fengið hann einhvern veginn öðru í sig, og þá eru ekki að því að þeir séu svo ógæstlegir hrottar eða eitthvað þannig heldur, en þetta bara vangaveltur, sko, en það allavega ég meina það hefur komið skýrt fram að það svo óheppilega til að Guðbrandur Einarsson á dóttir sem nú búin að vera svona einna fremst í flokki þeirra sem að hafa drullað yfir karlmenn fyrir sko að vera fávitar. Fyrir að vera fávitar, já, akkurat. Og þá svona eitraða karlmennsku og það kaupa vændi eða klálega sko bara alveg efst á listarum þar sem mesti viðbjóður sem eitru karlmennska getur að sér látið. Þannig að það er tala á þessum nótum að vændiskaupandinn sé alltaf stútfullur af kvenfyrirlitningu. Ég held að það sé mjög erfitt fyrir þau samt að einhvern veginn að færa sönnur á það. Ég held að það sé alveg til vændiskaupendur sem að bara bera fulla virðingu fyrir konunum sem er versla hjá, sko. Já. Þú veist, heldur ekki? Jú, ég held að það sé alveg eitthvað sem vilja bara, eins og segi, fá ekki neinn staðar og... Já, en þetta er einhvern veginn, þetta er bara, þú veist, þetta er bara afgreitt, þetta er bara viðbjóður þessi maður og það er bara rétt að hann segja af sér, allir sammála það að voðalega, og þeir sem eru með hann í flokki segja, já, þetta er voðalegilegt, en hann alltaf gerði þetta, gerði hann hvað, hugsaði að kaupa vændi. Já, og líka, þú veist, bursið frá öllu, að hann sé ekki að taka ábyrgð á einhverju sem hann gerði. Nei, hann er bara að gera það samt til að komi vísirhringir í hann, sko. Já. Þú veist, þetta er ekki, þú veist, það er svo margt. Ábyrgð á hverju? Já, nákvæmlega, það er svo margt í þessu sem er bara svo algjörlega ruglað, sko. Akkurat. Þú veist, ef maður telur þetta bara allt upp, hann bara svona, þetta er svo steikt. Já,
Guðbrandar Einarsmálið segir okkur raun og veru bara það að því að þú veist, þetta svo allt svo rugglað og steikt og hvolfið einhvern veginn að það skuli enginn stíga fram og ávarpa bara, heyrðu, við þurfum aðeins að ræða hérna hvar við erum sem samfélag, við ætlum að einhvern veginn að láta þetta vera að gerast aftur og aftur og enginn segir neitt að þá er eitthvað mjög óheilbrigt í gangi. Og ég meina síðan sko enginn af samstarfsmönnum Guðbrandar eða samflokksmönnum kom honum til varnar, þú veist, komur inn að benda honum á, heyrðu, minna, við erum að tala mann sem að hugsaði eitthvað hérna fyrir 13-14 árum síðan. Come on, sko. Það er enginn sem segir, heyrðu, mér veist nú fullánt gengi að þessi maður þurfa að fara að segja af sér, hann er réttkjörinn fulltrúi þjóðarinnar á þingi og hann þarf ekkert að segja af sér, sko. Hann getur alveg haldið. Það var nú bara á síðasta kjörtímabili, þá var annar þingmaður sem má nánast segja hann hafi verið uppvísum að hafa keypt sér vændi í erlendu landi. Já, einmitt. Og hann sagði bara single og what the fuck? Og stóð af sér. Og það var miklu grófara, sko. Þannig að þetta er alveg, þú veist, hægt. Já. Ekkert að sé lægi bara, þingmenn séu bara að kaupa sér vændi villi vekk, skilur. Það er náttúrulega svolítið svona... En það er sko, en það er, þú veist, maður fær eiginlega svona, maður fyllist ógleði að sjá hvernig vinir og samstarfsmenn Guðbrandar láta hann bara einhvern veginn dett undir rútuna, sko, og allir horfa bara í hina áttina. Mér finnst það ógeðslegt að sjá þetta. Já, fyrir líka, þú veist, þennan einstaka atburð, sko, bara að hugsa. Það hafa fyrir 14 ára síðan, sko, hugsaði að kaupa vændi. Hann hafi mætt þarna og þú veist, og bara fengið eitthvað svona bakþanga því, þú veist, því eins og þú segir, þetta, hún vill ekki vera hérna, skilur. En það gæti alveg verið. Eða bara, hún er ógeðslega ljót, nei takk, skilur, þú veist. Eða bara, hvað er ég að gera við líf mitt, skilur. Það getur bara verið alltaf óangreint eða eitt af þessu, sko. Svo gæti það líka alveg verið að þetta var í 30. skipti sem var að fá sér mellu, skilur. Maður veit ekkert, skilur. En að við skulum leyfa þessum öfgafeminisma einhvern veginn að hafa þessi hreðjartök á samfélaginu. Sér til dæmis að hún fulltrúi Stígamóta, Drífa Snædal, hún segir, sko, þetta er ekki nóg. Það er bara, ég er nú komin, ég er full sött af því að menn fara að segja af sér, sína einhverja yðrun og svo koma það bara aftur 2 árum seinna. Hvað er að gera? Hún sagði það, sko. Þú sjáðu þetta í þessari frétt sem við setjum upp, það er vídeóið aðeins neðar. Ég glindi náttúrulega að biðja þeim að hafa þar tilbúið. Þetta er úr fréttum Stöð 2, eða sýnar eins og það heitir, það er þetta að fara að venjast því. Og spóla síðan þegar þetta auglýsingin er búin, spólað inn í svona 3/4. Þegar hún var tjáðað fréttum málefni aðeins lengra tilbaka. Þetta er svakalegt. Það er greinilega ætlað að brjóta kynferðisbrotalög. Það er það sem liggur fyrir núna og það sem við vitum og það er alvarlegt. Afsögn hafi verið það eina í stöðunni. Síðan vil ég nú segja það að ég er orðin ansi þreytt á því og ég held að sé ekki samfélaginu til framdráttar að þegar menn gerast sekir kvenfyrirlitningu eða brot að þeir segja af sér og mæti svo aftur til leiks eins og ekki þá ég skorist eftir árið eða 2. Ég er að bíða eftir manninum sem hefur manndóm í sér til þess að fara í samtal við samfélagið hvernig hann komst á þennan stað og hvernig hann ætlar að vinda ofan af því, hvernig hann ætlar að bæta fyrir hegðun sína og þá eftir að sjá hvort að Guðbrandur maður til þess. Það eftir að sjá hvort að Guðbrandur sem maður til þess. Komdu á heilsuhátíð í Netto. Alltaf 25% afsláttur og yfir 1200 heilsuvörum dagana 15. Já, það er nefnilega eftir að koma í ljós hvort að Guðbrandur sem maður til þess að láta húðstrýkja sig bara þegar hann gengur nakinn niður Laugaveginn og láta grýta sig með úrnum kartöflum því að hún Drífa vill það nefnilega. Hún vill helst að hann verði smánaður enn frekar á opinberum vettvangi þar sem hann kemur fram og lýsir því hvað gerðist í hans lífi sem gerði hann svo viðbjóðslegan að hann fór þarna í einhverja blokk árið 2012 og svaraði vændisauglýsingu, þú veist, og hann á einhvern veginn að útlista það
hvernig líf hans var svo viðbjóðslegt. Hann á bara að vera andlit fyrir þá sem ætluð að fá sér vændi bara til frambúðar og eina sem maður má gera er að tala hvað hann var ógeðslegur. Já, einmitt. Og jafnvel sko, þó að hann myndi gera það er aldrei nóg. Það er aldrei nóg. Kæm alltaf svona konur fram og segja, já, þessi auma yfirlýsing frá honum, það sem hann lýsti því hversu viðbjóðslegur hann er, að þetta var nú ekki nóg fyrir okkur. Þú veist, þetta Ég var að horfa hérna á podcast með Joe Rogan og það var hérna Matt Damon og Ben Affleck og það var heldur góð punktu sem að hann Matt Damon þeir voru að tala þetta cancel-dæmi. Voru þeir saman? Já, þeir voru saman með Joe Rogan sko og einhvern veginn kom cancel-dæmi culture-inu upp sko. Hann að tala að þú veist, flestir af þessum mönnum sem voru cancelar fyrir ekki eitthvað svona mega ofbeldi og eitthvað svona bara fyrir að hafa sagt eitthvað eða eitthvað svona þannig dæmi, eitthvað kvenfyrirlitningu hefðu bara viljað fara í fangelsi í 1 ár og það væri búið. Skilur, hefðu valið það bara, þú veist, nú er ég búin að repenta hérna, skilur, en það er ekkert þannig, skilur, tökum sér dæmi bara eins og Þóri Sæm. Já, einmitt. Þú veist. Leikarinn í Þjóðleikhúsinu sem að, hvað var ekki einhverja stelpur sem að setja hann raun og veru upp, sko, í gildru. Við vitum ekki hver að var sem setja hann upp, sko. Já, voru einmitt, hann fæst að sendar einhverja brjóstamyndir eða eitthvað og hann sendi tilbaka tippamynd og það var bara, þú ert að senda undir aldrei ógeði. Og hann hefur bara ekki búið bætur allar göttur síðan. Bara ekki neitt. Aldrei verið dæmdur fyrir neitt, ákærður fyrir neitt. Þú veist, hann er með vafasama sögur sig, hvernig hann, þú veist, er hrokafullur og eitthvað svona, en þú veist, aldrei neitt eitthvað glæpsamlegt. Og það er bara búið að missa æruna, skilur þú algjörlega. Sem er samtal sem þarf að eiga, sko, eins og þú segir, bara hvað ætlum að fara langt með þetta, þú veist. Og ég held einmitt að vinir Guðbrandar, þeir ætti að líta rækilega í sinn eigin barm og hugsa hvers vegna get ég ekki tekið upp hanskan fyrir félaga minn sem er steiktur fyrir það eitt að hafa hugsað eitthvað löst fyrir 14 árum síðan sem að allir sjá að sé algjörlega galin niðurstaða í nútíma samfélagi en við látum þetta yfir okkur ganga því að þorir enginn að segja neitt. Nei. Það er nú málið. Og samstarfsmenn hans á þingi sem er fílíkar sveskjur þú veist, og þeir hafa bara tekið í fegins hendi sko að hann hafi látið hann hafi stokkið frá borði. Svo það þurfti ekki að eiga þessar samræður opinberlega, hvað þeim finnst og eitthvað svona. En auðvitað þarf að ræða bara fyrsta lagi sko þessa gölnu hugmynd að það séu bara vændiskaupendurnir sem að séu glæpamenn og viðbjóður, þú veist. Það er alveg gefið mála það eru til konur sem að selja vændi og gera það ekki endilega af sko þannig neyð að það séu neyddar til þess. Já. Það má alltaf kalla allt neyð, skilu. Þú getur verið að vinna í kerrunum í bónus, sko. Þú hafur engan sérstakann áhuga á því en þú neyðist til þess einhvern veginn að þið vantar pening, sko. Algjörlega. En það er ekki, það er ekki þannig neyð. Já, þess að þetta sé bara eitthvað svona versta sem maður getur gert er að kaupa vændi. Þú veist, það er bara... Eftir þess að ég segi, það er alveg 100% pottið þannig að til vændiskaupmyndur sem koma bara mjög vel fram við sínar, vændiskonur sem þeir kaupa vændi af, sko. Já, það kannski hjálpar þeim mikið andlega líka, þú veist, bara í lífinu. Man veit ekkert, skilur við. Þetta er bara núansað, sko. Það er alls konar fletir á þessu sem að En okkur finnst bara fínt að henda bara fullorðnum kalli sem er fjölskyldufaðir og afi og bara setja hann bara út á torg og afhauða hann þar og hústrykja á hann raskatið. Sko. Já, þetta er alveg... Það þykir okkur rosa fínt og flott. Já. Það er ekkert athugavert við það. Nei. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.